Við ætlum að taka hérna nokkur dæmi sem að lýsa því svona hvernig unnið með jafnvægi og sérstaklega jafnvægislíkingar og jafnvægisfasta. Það verður svo annað myndband með svolítið flóknari dæmum. Í fyrsta lagi hérna mjög svona straight dæmi, þetta eins einfalt að það getur verið í rauninni. Við fáum efnahvarf sem við höfum hérna á CO2 plus H2 verður CO plus H2O og ég maður reikna jafnvægisfastan. Við erum að fara að reikna K. Þannig að það fyrsta sem við gerum í svona dæmum að skrifa jafnvægislíkingu og byrjum þá auðvitað að gá hvort það séu einhver efni sem á að sleppa. Hér eru öll efnin gös, svo þau ættu öll að vera í jafnvægislíkingunni. Svo við skrifum hérna K jafnt og munum svo að það sem hægra megin fyrst. Það fer upp á strik, mólstyrkir efnanna og það sem vinstra megin fer undir strik. Hér allt í fyrsta veldi því að það eru engar tölur fyrir framan neitt af efnanum. Svo mér gefið upp hérna hvað eru mörg mól af öllu við jafnvægi, það stendur hérna við jafnvægi og það eru tölurnar sem ég setja inn. Munum að K gildir við jafnvægi og þá veit ég mólin af hverju einasta efni í 2 lítra íláti. Munum að mólstyrkur mól deilt með lítrum, þannig ef þetta í 2 lítra íláti, ef þetta eru mól í 2 lítrum, þá mólstyrkurinn af öllu hér helmingurinn, það deilt með 2. Þannig að þegar ég set inn hérna tölurnar, þá mólstyrkur CO 0,0092 deilt með 2 eða 0,0046. H2O sama talan. Ég hefði það líka getað sett bara þá í öðru veldi. Glemdi orðið 1 0. Svona geta villurnar safnast saman ef maður passar sig ekki. Og svo deilum við með CO2 sem þá 0,45 ekki 0,45. Reiknum þetta bara hérna snöggvast. 0,0954 0,954 og H2 og 0,0454. Það gerir klart. Jú. Best að vera viss. Og þetta bara svona, svo þurfum við bara að reikna út úr þessu. Ég glemdi M-inu hérna. 1M. Og það sem sagt, við tókum allar móltölurnar og deildum með 2 vegna þess að þetta í 2 lítrum. Og ég passa að það sem hægra megin upp á striki og sem vinstra megin undir striki. Svo bara reikna ég út úr þessu. Ég með 0,0046 í öðru veldi deilt með 0,0954 og aftur deilt með 0,0454 og út úr því kemur hér 0,0049 af því að það eru 2 markverðir stafir hérna í efri tölunum. 0,0049 eða 4,9 sinnum 10 mínus 3. Það líka gilt svar. M-in styttast hérna öll út. Þó þau myndu ekki gera það, því það ekki sjálfgefið að allt séðist í sama veldi fyrir ofan og neðan strik, þá hefð fyrir því að skrifa jafnvægisfastan ekki með einingu. Þannig að yfirleitt myndu við samt sleppa því, þó að M-in myndu ekki styttast út. Lítum á næsta dæmi. Þar ætlum við að reikna jafnvægisfastan eða K, oft stytt bara við að segja K. Fyrir þetta efnahvarf hér 2NO
pluss 2H2 verður N2 pluss 2H2O. Og ég byrja líka að tekka hér, það allt gös, engin föst efni, engin vökvar, þannig að allir eiga heima í jafnvægislíkingunni. Og nú veit ég stöðuna í upphafi, ekki við jafnvægi. Ég veit stöðuna í upphafi og ég veit stöðuna á einu efni við jafnvægi. Það sem ég þarf til að geta reikna jafnvægisfastan náttúrulega að vita hvað mólstyrkur allra efnana við jafnvægi En það sem ég hef, ég get notað það til að reikna það út og svo skoða hvernig það gert. Ég getur ágætt að skrifa bara hvarfið hérna aftur upp. Að því að öll efnin eru gös, þá ætla ég að sleppa því bara að skrifa gið. Þannig að þetta svona. Ég veit upphafstöðuna, ég skrifa hérna svona upphaf. NO hefur mólstyrki 0,100, H2 0,050. Það ekkert talað N2, það þýðir vægt að gera ráð fyrir þessi 0. Stundum hefði það verið tekið fram, en alla jafna ef það ekki minnst á neitt efni og maður myndi þurfa að vita töluna til þess að geta haldið áfram að reikna, þá ætti maður að gera ráð fyrir þessi 0. Svo vitum við að við jafnvægi, ég ætla að skrifa hérna, ég ætla að skilja eftir eitt bil, skrifa jafnvægi hérna, jafnvægi, mólstyrkur NO orðið 0,062. Þannig að við sjáum að breytingin, það verður miðjulínan mín, breyting á mólstyrk NO að hann hefur sett minnkað, kannski skiptum lita þessu bara svona svo að það sé ljóst hvað við vissum í upphafi og hvað við erum að reikna út. Við sjáum að hann hefur sett minnkað, hann hefur sett mínus 0,38, nei fyrir ekki 0,38, er ekki? 62, 70, já. Hann fór sett úr 0,1 í 0,062, þannig að hann hefur minnkað þetta. Leið og við vitum breytinguna á einhverju einu, þá getum við reiknað alla hina. Þá gilda bara reglur sem maður hefur lært hlutföll í efnajöfnum. Ef að 2 svona hvarfast, þá hvarfast líka 2 svona, jafn mikið. Þannig að breytingin á þessum líka 0,038, þessi minnkar líka það. Og ef að efnin minnka vinstra megin, þá hljóta þau að aukast hægra megin. Ef að þessi hvarfast, þá myndast þessi. Maður getur alveg fengið öfugt dæmi að það minnki vinstra megin og aukist hægra megin. Það alltaf, formerkir alltaf eins sömu megin við öruna. Þannig að hér líka 2 fyrir framann, svo hér hljóta bætast við 0,038. En N2 ekki með eina 2 fyrir framann, þannig að aukningin þar bara helmingurinn miðað við hina. Þetta er 0,019. Af því að þessi allir með 2 fyrir framann sig, þannig að það jafn mikið af þeim öllum, N2 bara 1, þannig að það helmingi minna. Ég nota sér hlutföllin svona til að reikna út. Svo til að finna lokastöðuna, skulum kannski bara hafa hana í enn öðrum lit, þá reikna ég bara út. Ég byrja með þetta, það minnkar þetta, 0,050 mínus 0,038 eru 0,012. Þetta náttúrulega allt með m fyrir aftan og það sem hérna uppi líka. 0 pluss 0,019 eru 0,019 og 0,1 pluss 0,038 eru 0,138. Og nú þarf ég bara að setja upp jafnvægislíkingu eins og áður. Ég skrifa þess að hérna K jafnt og við vorum búin að finna á þann að allir fengi að vera með. Ég byrja alltaf á því sem hægra megin, mólstyrkur N2, svo kemur mólstyrkur H2O. Hann verður í öðru veldi vegna þess að það er 2 hérna fyrir framann. Og svo deili ég með NO og það líka í öðru veldi. Algeng mistök að gleyma veldinu og H2 í öðru veldi. Ég sting inn
loka tölunum, jafnvægistölunum, ekki upphafs, því það ekki við jafnvægi. K gildir eingöngu við jafnvægi. Svo ég seti jafnvægistölunar inn. 0,019 sinnum, það var að sinnumerki hérna, 0,138 í öðru og undir striki 0,062 í öðru og 0,012 í öðru. Ég glemdi M-inu hérna. Til að spara tíma getur maður líka sleppt í að skrifa einingarnar því að þær eru hvort eð alla jafna ekki settar með í lokasvarið. K langa oftast gefið upp einingarlaust. Og ég ætla að slá þetta hérna inn, 0,019 sinnum 0,138 í öðru veldi deilt með 0,062 í öðru veldi og 0,012 í öðru veldi. Og svo ýti ég á jafndög og ég fæ út að K sé 654 nema sumstaðar hér ég bara með 2 markverða stafi svo ég myndi rauninni bara að segja 650. Hérna þó að ég sé með M í þriðja veldi fyrir ofanstrik og M í fjórða fyrir neðan, þá hefði ég rauninni fengið hér M í mínus fyrsta, að þá skrifa ég ekki einingu. Ég alla jafna sleppi einingunni í K. Þannig að svona notum við hlutföll í efnajöfnu til þess að reikna út K. Við munum líka búið til myndband þar sem við skoðum hvernig hægt að gera svipaða hluti til að reikna styrkja á óþekktum efnum og fleira.